Fyrirgeðu, elskan, fyrirgeðu. Ég skal gera þetta. Ég búinn að þessu. Æ, fyrirgeðu, vatnið var bara svo lengi að hýtna. Ég skal bara bæta þetta upp á eftir það. Krakkarnir eru farin að sofa og svona. Nó, á nú að fara að halda vöku fyrir nágrununum. Við þurfum ekki að gera það, nei. Ha. Við? Já. Heldurðu virkilega að ég ætla að taka eitthvað þátt í þessu með þér? Pabbi, hvað er vert? Vert? Já. Vittu, af hverju spyrja þessu? Ég var að lesa eitthvað um Sauðárkrók og stendur að fyrst í íbúðin hafi verið kallaður Árni Vert. Já. Spurðu hann mömmu þína, hún er nú ættuð af hann, eins og öllum öðrum stöðum á landinu. Ha, nei, Okay. Bíddu. Vert. Bíddu, Vert er það ekki bara svona veitingamaður eiginlega, ha? Er það ekki bara svona? Ég er til dæmis orðin Vert núna. Pabbi, hann var kallaður Vert en ekki pervert. Sauðárkrókur. Hvað er að skrifa jólasveina núna? Þú er nú greinlega dóttir hans pappa eins. Elskar mín, Sauðárkrókur er ekki jólasveit, heldur kaupstaður í Skagafirði. Já, búa margir þar. Svona, Já, það búa þar 2715 rúmlega. hvernig veist þú þetta? Hvað heldur maður sé ekki víðuð lesinn? Hvernig líst ykkur á? Girnileg. Já, krakkar mínir, það er eins og ég hef alltaf sagt. Hann pabbi ykkar er og verður girnilegur. Ég átti nú í kökuna, mamma. Ég held þenni mömmuðinni hins vegar. Ó, byrjaði. Gott kvöld, góður áhörfundur og velkomnir með okkur þeytingsfólki á Sauðárkrók. Skagfirðingar eru þekktur allt land fyrir að vera alltaf kátir og í miklu stuði, er það ekki rétt hjá mér? Og við bjóðum að sjálfsögðu stjórnanda þáttarins velkomin með góðu lófatakir. Það er engin annar en gestur Einar Jónasson. Gjörið svo vel! Gott kvöld og takk fyrir að taka mót okkur hér. Og ég ætla bara að halda áfram með það sem Magnús sagði. Ég ætla að lýsa ánægju minni og aðdáun á þessum glæsilega skóla sem við erum í hér, þessu skólahúsi. En hvað dettur mann í hug þegar maður kemur til Skagafjarðar, til Sauðárkróks? Jú, manni dettur í hug Drangey, Málmey, kannski Þórðarhöfði, Karlakórinn Heimir og söngmenn og Geirmundur. Er þetta ekki rétt? Já, þetta er nefnilega rétt. Æja, Magnús, ég þori vel að spyrja, hverjir spila með þér? Já, það tekur ég valla að kynna og... Hver er þessi með harmonikuna? Það er þessi, er þetta ekki Drangey? Það eru Þórðarhöfðin sjálfur, Geirmundur, kom til blessaður. Blessaður. Segðu mér nú, sjáðu mig harmoníku, þetta er allt annað heldur en við hitt orgelið. Já, fer mér ekki vel bara. Jú, ljómandi vel. En hvernig óskopunum stendur á því að þú ert hérna með okkur í kvöld og ert ekki einhvers staðar út á land að spila? Já, það er bara vegna þess að það er miðvikudagur. Já, það er miðvikudagur. En er helgin bókuð? Já. Næsta líka? Já. Og það næsta? Já. Og allt í Reykjavík? Nei, við þurfum að skreppa á Akureyri, að bjarga heilsu og fara í Akureyringa. Já, vertu velkomið þangað. Já, Geirmundur, segðu mér nú svona í trúnaði, hvernig þykir þér Eurovision-lagið okkar sem fer? Já, þú er að svara þessu. Sko, ég er alveg viss um að það áttur að koma óvart þetta lag. Já. Mjög á óvart.
vegna þess að maður heyri það að landin ekki alveg sáttur við það. Nei. Og sko ég held að geti skeð það alveg ómögulega núna sko, nú förum við eitthvað upp. Já. Ég spái því. Við spáum því. Já. En það örlítið sem ég þarf að koma hér á framfæri áður en við höldum af stað, því að þeir í Vík í Mýrdal, þeir kærðu kynlífskönnunina sem að þar fór fram. Þeir voru eitthvað óanaði með stöðuna, en sögðu svo í lokin að magn var ekki sama á gæði. En Kynlífsráð Íslands hefur nú lokið við að fjalla kærum sem þeytingi barst frá Vík í Mýrdal vegna kynlífskönnunar Rúmtaks. Niðurstaða ráðsins er eftirfarandi. Spyrjandi Rúmtaks lagði spurningu fyrir 2 unga menn sátu í bíl, svo sem sjá má í könnuninni. Svo slísalega vill hins vegar til að annar mannana, sá var virkur og fumlaus í svörum sínum, ekki alltaf í mynd. Það vinur hans hins vegar, sá sem kærði. Hann var þó alls ekki nógu afdráttalaus í svörum sínum og því var það að spyrjandi Rúmtaks beindi könnuninni að vini hans. Sá sem kærði verður því að bíta í það súra epli að hann var eiginlega ekki lengur með í könnuninni þegar hann tekur upp á því að nefna töluna 6. Auk þess gerði hann það bæði of lágt og of seint og algjörlega án þeirra festu sem Rúmtak gerði kröfur að fylgi öllum marktækum svörum. Sem sagt, þetta stendur. Við erum stödd á Sauðárkróki. Sauðárkrókur, eða Krókurinn eins og staðurinn oft nefndur, við Skagafjörð suðvestanverðan og búa þar rúmlega 2700 manns. Elsti hluti bæjarins stendur undir malarbrekkum sem nefnast Nafir, en þær setja mjög sterkan svip á bæinn. Bæinn rennur á sem heitir Sauðá og skiptir hún bænum í 2 hluta. Fyrstu heimildir búsetu manna á þessum slóðum að finna í Landnámu, þar sem segir frá landnámi Sæmundar hins suðureyska. Byggð á Sauðárkróki hefst þó ekki fyrir árið 1871, en þá hafði staðurinn haft verslunarleyfi í 14 ár. Verslun var fljótlega mikil og má nefna að í kringum aldamótin voru verslanir svo margar að gárungar kölluðu plássið Kaupmannahöfn. Á Sauðárkróki var stundaður landbúnaður og nokkur sjávarútvegur allt fram yfir 1940, en auk þess var staðurinn verslunar og þjónustumiðstöð héraðsins. Margs konar iðnaður hefur vaxið hröðum skrefum á síðustu árum, þar meðal annars mjólkursamlag, steinullarverksmiðja og verksmiðja sem sútar bæði skinn og fiskroð. Þótt sjávarútvegur hafi lengi verið stundaður, hefur hann vaxið hvað mest á allra síðustu árum og nú rekin öflug útvegs- og fiskvinnslufyrirtæki á staðnum. Ferðaþjónustan hefur einnig aukist mikið hins síðari ár og það vel við hæfi þar sem að fyrsti íbúinn á Sauðárkróki rak bæði veitinga- og kistiþjónustu. Ferðalangar sem heimsækja kaupstaðinn geta tekið sér ýmislegt fyrir hendur. Má þar nefna að meðal annars geta þeir farið í siglingu út í Drangey, brugðið sér á hestbak, spilað golf, veitt, fengið sér sundsprett eða farið í gönguferð, en nóg skemmtilegar gönguleiðir. Alla þá þjónustu sem að ferðamenn þurfa að finna í bænum, til dæmis veitingahús, kaffihús, hótel, tjaldstæði og gott úrval verslana. Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra hefur aðsetur á Sauðárkróki en nemendur þar á 1500. Á hverju ári halda sauðkrakingar á samt öðrum skagfirðingum hátíð sem stendur í viku og nefnist hún Sæluvika. Meðal þess sem í boði þar söngvakeppni, leiksýningar, tónleikar, dansleikir og listsýning. En hverjum nú aftur inn í fjörið í Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra. Og þá erum við búin að sjá þessar fallegu sumarmyndir sem að tekna voru hér á Sauðárkróki og það náttúrulega fallegt hér eins og víða annars staðar á landinu. En ég komin hér með viðmælanda í þáttinn. Það Binni í bókabúðinni, Brynjar Pálsson, bóksali, vertu velkomin. Takk að þið fyrir. En nú erum við hér á Sauðárkróki, þessum fallega staði eins og sást á þessum myndum. Og mér dettur svona í hug, Sauðárkrókur, gamall staður. Nafli alheimsins, ekki spurning. Já, þannig að upphaf lífsins hér. Já, alveg hreint klárt. Já. Við komum okkur hér saman að stofna litla byggð 1857. Og þess vegna 140 ár frá því að kaupstaðar, við fengum verslunarleyfi á Króknum. Nú svo heldur þessi þróun bara áfram svona að 1871 þá hér fyrsti landnámsmaður sem við köllum Árna Vert. Hann var Árni Klempnjúður fyrst, en ef þú sér það að hann verður hérna Vert allt í einu, þá sér það þannig konu umferð strax í lítið bæjarfélag. Já. Og þessi þróun heldur svona áfram og
Við getum farið vitt og breytt hana en svona byrjunin á staðnum. En svo eitt svo skemmtilegt í samband við Sauðárkrók að þið voru svo framalega í mörgum málum, tæknilegu málum og slíku. Já, fremstir held ég alltaf. Já, fremstir. Það mætti halda að ég vera Húsavík bara. Akkurat, en við erum mjög snemma hér á ferðinni með nýjungar alls konar. Við erum byrjaðir að lýsa upp bæinn okkar 1800 eða rétt aldamótin. Þá voru sett upp 6 götuljós hér. Og ég hugsa við hefum verið með þeim fyrri sem byrjuðum hér að lýsa upp bæinn okkar. Já. Og sagan klukku, þið voru með klukku? Bæjarklukku, svo kallaða. Hún var sett upp hér ég álíti hún hafi verið sett upp á Kaupangstorgi sem hér yst í bænum. Þetta var, ég held fyrsta klukka sem var sett svona á opinberan stað. Hér vildum við fylgjast með tíman og hefum gert það alla tíð. En sko, það ýmislegt fleira sem að gerast þetta ári hjá okkur. Það mikið afmælisár núna og næsta ár. Já, það stendur nú bara í 1 ár þetta afmælisár. Við byrjum núna í júli og endum í júli á næsta ári. Sem sagt, þetta mörg ár að við erum með 50 ára kaupstaðafmæli 1997 og frá því að við hófum þennan kaupstað þá hefur þetta gengið mjög vel því að það verið ætíð aukning hérna í bænum, fólksaukning frá fyrstu tíð, það var alltaf verið stígandi í þessu bæjarlífi. En Brynjar, við verðum nú að koma að þeim atriðum sem þið ætlaði að bjóða okkur upp á, þið hafið valið þetta og ætlaði að kynna þetta fyrir okkur og mér skilst að sé komið að því að skoða hér auglýsingu. Kæru landsmenn, það er óþarfi að vera með lýjurnar lafandi því hér í Skagafirði eru hvorki fleiri færri en 12 hárgreiðslustofur. Því getum við boðið upp á mjög fjölbreytta greiðslumöguleika. Til dæmis bjóðum við upp á stífar niðurgreiðslur fyrir þá sem eru of hátt uppi, beingreiðslur fyrir þá sem eru með bein í nefinu, boðgreiðslur fyrir partítýrin, greiðslumiðlun fyrir þá þunnhærðu, greiðsludreifingu fyrir þá sem hafa einhverju til að dreifa, raðgreiðslur fyrir alla fjölskylduna, símgreiðslur fyrir þá kjaftaglöðu og einnig er í boði sérstakar maka- og lífeyrisgreiðslur fyrir eldri borgara. Við erum ekki við síma núna en endilega sendið okkur fax og þá geta þeir sem hafa minnst að gera dunda sig við að greiða það og flétta. Þið greiðið ekki eftir á. Nei, það vist ekki ekkert að greiða eftir á eða tryggja eftir á en það alveg ótrúlegt að ég veit að það eru 3 tannlæknar á Sauðárkróki, það eru 3 dýralæknar á svæðinu og það eru 12 hárgreiðslustofur. Já, þetta er rétt. Hvað er að vera? Við þurfum á þessu öll að halda. Er það? Til dæmis hárgreiðslustofurnar, nú erum við búist við miklum fólksfjölda þesta ár, sem sagt afmælisárið og við ætlum að taka vel á móti fólkinu. Hér geta allir verið með uppsett hár eins og var sagt hér forðum á Króknum. Þannig að við ætlum að gera þetta virkilega flott. Brynjar, mér skilst að hér, ég hef séð það í litlum bæklingi sem þið hefði gefið út, að þið státið af ákveðnu málfari. Já, það er rétt. Getur þú gefið með dæmi? Já, eigum að taka áttirnar. Já. Við segjum út, inn, upp, niður. Já, já. Búið, aðal áttirnar. Já. Út, er það útfjörðin? Það er sem sagt, við skulum kalla út á Skaga. Já. Inn í fjörð, upp á Nafir, niður í fjöru. En þið eru þekktir fyrir tónlistarlífið og það hefur komið fram, Geirmundur er búinn að spila fyrir okkur og fleiri eftir að koma, að nú kemur unga fólkið, Geirmundar framtíðarinnar og það er hljómsveit sem heitir Númer 0, 2 strákar og 1 stelpa. Alls ótjára á taktan. Við var
skekkt, uppdrekt spilun með bilun sókn í eitthvað fram sækið eftir sól líkitt að skýra lífsbrettir 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 okkar fætur síndar gætur borðar fætur aldrei aftur af áfram hiti sviti mældur tældur roðnar sonar veðurinn á dotnu inn á dotnu líkitt að skýra lífsbrettir 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 líkitt að skýra lífs
Lägg ett skillelysbätte. Lägg ett skillelysbätte. Lägg ett skillelysbätte. Lägg ett skillelysbätte. Þeir spiluðu hérna með þið. Þetta var númer 0, verður einhver tíma númer 1. Þetta bara dæmi það tónlistarlíf sem að blómstra hér í Skagafirði. Þú varst nú hrifnari harmoníkur hjá Geirmundi, sá ég. Já, fer svolítið betur í mig. Það? Já, svolítið mikið betur. En þetta fólk framtíðarinnar? Já, ég hef ekki mótið því síður en svo. Ert þú tónlistarmaður sjálfur? Ég get nú ekki sagt það. Nei, ég ætla að komast að því og eftir kannski. En það er fleira sem að náttúrulega heldur en tónlistin, hér rótgróið leikfélag. Já, stofnað 1876 Já. Og fyrsta leikriti þá líklega að ég held sett á svið í húsi Pops sem að flytur hingað, eða flytur sína verslun frá Akureyri hingað 1875. Já, það þá eitthvað gott komið frá Akureyri. Já, það mjög takmarkasamt en sem við fengum hann og hann opnaði hér verslun, flytur svo hingað 1886, sest á hérna að og ég myndi halda að hann væri svona mesta driffjöðurinn í því að koma að leikrita svona sýningum hér á Sauðárkróki. Og þetta tengdist náttúrulega Sæluvikunni sem er áratuga gamalt fyrirbæri? Seinna mér gerir það. Já. Og þá sem sagt spilar þetta saman, Sæluvikan og Sýslufundarvika. En nú náttúrulega ýmsir þekktir listamenn bæði sem hafa búið hér og eru hérðan. Getur þú nefnt mér fólk? Já, við getum bara, ef við tökum málarana fyrir, þá það Stefán Jónsson sem er hér, aldamót, fadir hans Stefán Faktor eins og kallaður var. Síðan náttúrulega koma sýslumannsinnirnir sem Sigurður Sigurðsson og Hrólfur Sigurðsson. Já. Nú, sonur Jóns kennari eins og kalluðu mann, hann Jóhannes Geir. Síðan eigum við Snorra Friðriksson sem ég hygg að segja hjá sjónvarpinu, góður listamaður. Nú, við eigum Ástu Pálsdóttir sem að vísu býr í Keflavík en við höfum alltaf verið að vonast eftir að fá hana hérna norður.
Hún feikna góður listamaður. Síðan getum við farið í rithöfundana. Guðrún frá Lundi, mest lesni rithöfundur landsins. Hún hérna? Já, og bjó á Freyggötunni sem náttúrulega aðal stöðin. Já. Og við eigum Hannes Pétursson og við getum talið svona upp marga. Gyrðir Elíasson? Gyrðir Elíasson, já. Elias B. Halldórsson? Ég hættur það. Þetta alveg menningarstaður sem við má. Já, geysilegur. Og svo eigum við músíkantana. Eithor Stefánsson. Og matsvinnana. Og matsvinnana, já. Já, því að nú ætlum við að fara að sjá matagatið. Akkurat. Já, gott kvöld. Ólafur heiti ég. Ég ætla að fá hér upp til mín þá gest Einar og Magnús Kjartansson. Maggi minn, komdu. Því að ég ætla að leyfa þessum góðum mönnum að bergja á þessum réttum sem eru kannski aðal 3 kjöttegundirnar sem að við Skagfirðingar átum hér fyrir árum. Vertu á undan, Maggi. Það fyrsta lagi nautakjöt, öðru lagi lambakjöt og svo svartfugl. Já. Er þetta allt hrátt? Allt hrátt. Allt hrátt. Þannig að... Er þetta nokkuð breskt kjöt? Við byrjum á þér. Nei, þetta ekki að breskum fóla, þannig að þetta laust við kúahár. Heyrðu, já, og hvað... Hér nautakjötið. Þetta nautakjöt? Já. Og hvað meira með þessu? Maggi minn, hérna, smakkaðu. Finnst þér að ég megi bæta á? Já, þetta allt í lagi, sko. Þetta hérna, nei, ég viltu taka nautakjötið fyrst. Já. Ég ger bara það sem mér sagt. Hann borðar það sem honum sagt. Hrátt nautakjöt, borðið fram með brauði og ágæti sósu með. Þetta gott. Bragðast vel? Já, mjög gott. Nú, hvað segir þú? Jú, þetta fínt. Já. Þetta í lagi, sem sagt? Já. Þá það lambið. Vísar þetta reykt og kannski eins og einn jólasveinana myndi helst vilja geta hrátt beint af beininu. Já. Maggi minn? Jólasveinninn sauðárkrókur. Já, getkrókur það ekki. Var það ekki þannig í sögunni? Og svo það þessi. Það þessi. Þetta hrátt hangikjöt. Þetta hrátt hangikjöt. Og hvað meira? Með melónu. Já. Greinlega í lagi líka. Já, fínu lagi. Þá það hér... Ennþá. Ennþá. Þetta ekki eitrað, ég tek á það. Þá það svartfuglinn. Drangeyjan var nú einn af helstu matarbúrum Skagafjarðar hér fyrir árum. Einmitt. Mér finnst nú alveg sjálfsagt að borða svartfugl þegar léttu mig borða fíl á Vík í Mýrdal. Já, nema þessi hrár. Já. En hann reyktur af vísu. Já, og á ég að byrja náttúrulega. Þú átt að byrja. Vittu hvort að þú dettur nokkuð niður. Jæja. Já. Má sjá. Það er mikilvægar að ég standi upp úr, ég þarf að vera allan þáttinn. Þetta stjórnandi, sko. Þessi, hann spila bara annars lagið. Já. Hvenær fáum við svona? Já, þetta gefur mig tímanum, við borðum þetta nóga. Þetta alveg ofsalega gott. Já. Mjög. Þetta var reyktur svartfugl. Jæja. Getur við ekki fengið að vera bara hér þar sem eftir er? Jú. Ég megið snæða þetta. Ég ætla að halda áfram. Leiðu Magga bara að borða, það sé skortir ekkert á honum. Jæja. Þetta var bara ljómandi gott. Já, Óli góður kokkur, ég hef smakkað margt úr handónum á honum. Hann líka svolítið vaxinn á Óli, hann getur gert mjög góðan mat. En það er eitt sem er mjög langt til að vita. Það er í sambandi við fólk sem kemur hingað, það eru vinnuveitendur. Hverju eru stærstu vinnuveitendur á svæðinu? Hverjir vildu taka menn í vinnu ef einhver vildi koma? Það eru margir það. Já. Við höfum náttúrulega, þetta hefur gjörbreyst á síðustu árum. Við vundum fara út í þjónustu kjarnan og þar er við að hér er komin mjög gott og fullkomið sjúkrahús með ellideild eða öldrunardeild. Já. Síðan höfum við skólan, þennan sem við sitjum hérna í. Þetta er náttúrulega geysilega vinnuveitandi og ekki nóg með það. Hér mentar hún okkar ungdóm og það sem að gleðilegstu við það að fá þessa mentun hér að þessi krakkar sem fara hér í gegnum þennan skóla kannski fara söður og við erum fannir að geta tekið á mótið aftur hingað heim. Þannig að þið getið tekið á mótið og þau vilja koma? Akkurat, þau vilja auðvitað koma í sína heimabyggð. Já. Og þetta er mjög gaman og gott að geta gert þetta. Semst atvinnulíf okkar er mjög breytt. Já. Kaupfélagið náttúrulega stæðst í atvinnuveitandi hérna með sína fiskiðu og sitt frystihús og svo með stór útgerð. Já, útgerðin mitt. Útgerðin hún er geysilega mikil hérna og þetta eru 5 togarar raunverulega sem að fiskiðan á. Steinullin og loðskinn sem er sútunarverksmiðja sem Akureyringar hafa verið að reyna að ná á ykkur en tekst ekki.
Þannig að þetta er svona aðal og stærstu punktarnir í okkar atvinnulífi. Svo alls konar þjónustu. Við erum með stórar trésmiður hérna og þjónustuðunar, margskonar. Nú eins og þú sást aðan 12 hárgreiðslustofur. Það má nú segja þessi svolítið. Og þarna vinna kannski 2 og 3 konur á hverju stofu. Þannig að þetta getur 40-50 manns bara í hárgreiðslunni. En það eitt sem náttúrulega maður tekur eftir þegar maður er á ferðinni. Að það maður keyrir þennan svo kallar hringveg sem náttúrulega kannski bara lítill hringur. Maður kemur í Varmahlíð, tekur snögga beygju, sleppir Sauðárkróki. Já, þetta bara letingjar. Já. Þetta bara letingjar sem gerir þetta, sko. Þetta 10 mínútna keisla frá Varmahlíð hérna úti. Já. Og kannski, ef það ekki einhver fyrir manni, þá getur maður röskari. Já. En sem sagt, 10-12 mínútur algengur ferðamáti úr Varmahlíð á Sauðárkrókur. Já. En ég held að við tökum ekki nema kannski svona 3 mínútur í það sem við fáum að sjá núna. Það látbragðsleikur, 2 ungi menn sem ætla að skemmta okkur. Já. Gjörðu svo vel. Góða kvöldi, góðar áhorfendur og velkomna á þetta námskeið í fyrstu kynnum. Það vitaskuld afar flókið mál að bjóða stúlku í fyrsta skipti. Fyrst skal hugsa það þegar stúlkan sótt að líta ekki út eins og algjör fáviti þegar hún opnar dyrnar. Skárra að láta störa annars hugar. En þegar loksins komin inn mikilvægt að segja henni hve vel hún lítur út. En ekki ganga langt. Sé maður nú kynntur fyrir foreldrum hennar, skiptir framkoma miklu máli. Maður getur of venjulegur eða of ákafur. Það eru til margar aðferðir við akstur. Ef þú keyrir svona þá getur þú mist allt álitaður. En ef þú keyrir svona hefðu átt að taka taxa. Eftir stutta stund ættu að koma á veitingahúsið. Þú ferð út úr bílnum, fylgir henni að borðinu og kemur henni sjálfur fyrir í stólnum. Og þú reynir að vekja athygli þjónsins. Val á víninu skiptir miklu máli. Þetta til dæmis ekki góð aðferð. Þegar komið með reikninginn skaltu passa á því að missa ekki stjórnaður. Þetta rétt. En þetta rangt. Næst farið á diskótek. Þar skiptir danstæknin öllu máli, en ef þú kannt ekki að dansa, skaltu bara standa kyrr og vera sexy. Þetta gott. Þetta betra. En þetta orðið einum of. Flestir kunna ekki að dansa og gera því of mikið. En aðrir gera of lítið. Sumir dansa svo eitthvað sé í rassinum á þeim. Og enn aðrir eins og sé eitthvað að koma út úr honum. Þetta eru ungu leikararnir á Sauðárkróki sem voru að kenna okkur þessar skemmtilegu uppgengnisreglu við konur. Við kunnum þetta allt saman náttúrulega, drengir, sem svo þetta á að vera. En það komið nýr viðmælandi sem Jakob Þorsteinsson sem ferðamálafulltrúi á staðnum. Þú verður velkominn. Takk fyrir. Ég þorri að nefna að þú ert aðkomumaður. Já, þú segja þér hérna. Brynjar, hvað tekur mörg ár að verða hreinræktaður? 5 ár. Ekki með 5 ár? 5 ár. Já. Hvað ertu búin að vera lengi, Jakob? 2 ár. 2 ár? En þú ert langt í land. Nei, ég nú eiginlega undan þá. Nú það? Já. En það svæði sem að þú ert að fást við í sambandi við ferðamálin, það býsna stórt, það ekki? Það Skagafjörður. Já, það ekkert bara Sauðárkrókur. Nei, ekki bara Sauðárkrókur, nei. Og sameinast menn þig? Já, það held ég nú.
En þið hafið náttúrulega ýmislegt að bjóða. Nefndu mér eitthvað að því. Já. Fyrir utan hesta og svona. Fyrir utan hesta og já. Líka kannski, ef við varum komið úr Reykjavík, þá verður tilvalið náttúrulega að stoppa fyrst í Víðimýrakirkju sem nú rétt við þjóðveginn. Það torfkirkja frá 1834 og mjög falleg kirkja og gott dæmi svona þessa hefðbundnu íslensku byggingalist. Það eru alveg óskaplega margar kirkjur í Skagafirði. Já, það eru 24 held ég. Eru þið svona kristin? Já, við erum mjög trúið. Já. Og svo að formaður prestafélagsins hafi haldið öðru fram. Það er sérstaklega trúið. Já. En þetta er alltaf skemmtilegt. Já. Jæja, fyrirgefðu, áfram. Já, síðan getum við nú kannski farið í Varmahlíð. Það er náttúrugripasafn og meðal sýningargripa þar er uppstoppaður ísbjörn. Já, einmitt. Og svo getum við nú haldið áfram og farið í Glaumbæ sem er nú mesta aðdráttaraflið í Skagafirði, allavega svona í hausumtalið. Þar koma svona á 30.000 ferðamann á ári og því miður ekki nóg margir Íslendingar. Og það er náttúrulega gamli torfbærinn sem dregur svona mikið af. Það er svo stutt síðan við komum út úr þessum bæjum. Já, það er kannski við munum svo vel eftir þetta. Já. Það gæti verið. Nú hefur tækifæri til að lýsa sérstöðu Sauðárkróks. Gjörðu svo vel. Ég myndi nú segja að sérstæðan væri nú bæjarstæði. Þetta er mjög sérstætt bæjarstæði og þá eru það þessu kvöldu nafi sem er hérna fyrir ofan bæi, sem eru malahjallar, sem að svona gefa þessu mjög sérstækan svip. Og síðan náttúrulega er það útsýnið sem er mjög fallegt og við talum ekki þegar er sólarlag. Nú ætlum við að fá óskaplega hljóðlátan hóp karlmanna inngöngu sem að koma hingað. Standa hérna hjá okkur. Þetta er 60 manna kór, hvorki meirinn minna. Þetta eru þessir heimsfrægu heimisfélagar sem ætla að syngja fyrir okkur lag og þeir eru tilbúnir. Og þetta er lag sem heitir Dísi Vorsins, texti og lag eftir Bjarka Árnason, stjórnandi er Stefán Gíslason og Tómas Higginsson, hann leikur á píanóið. Gjörðu svo vel, hér koma þeir. Og þarna ganga þeir út 60 stykki eins og skakkfiski gæðingar hljóðlegir alveg eins og í tíka. Og það má geta þess að það var Jón Esti Gíslason sem lék á harmoníkuna. Við getum nú ekki talað Skagafjörð öðruvísi en að líta aðeins á þess að tertu hérna. Ég vil gjarna fá að lýsa henni að skoða hana. Hér er Drangey.
Þarna er Drangey, já. Já, en hver gerir tertuna? Guðrún Sofía Stefansdóttir heitir hún og hún er kökugerðarmaður eða konditor eins og heitir hún vist í útlöndum. Já, en hver gerir Drangey? Drangey er ekki úr móbergi eins og menn vilja halda heldur, er hún bara úr hreinu kjöti. Já. Já, svo segir þjóðsagan. Já. Hún myndaðist nú þannig að það voru tröll sem áttu heima sennilega í Þórðarhöfða eða í Hegranesi, þannig ekki alveg vitað. Og kýriðin var yxna og bólinn var í Tindastól, þannig að það þurfti náttúrulega að fara með hana yfir undir eins. Já, og bara yfir fjörðinn? Já, beint yfir fjörðinn. En síðan gerist það á leiðinni og það voru tvö tröll sem fóru með hana, nátttröll sem áttu hana og fóru með hana yfir. Og leiðinni þá birti á degi, þannig að beljan og tröllin bæði, karl og kettling, þau döguðu uppi og þannig að Drangey er kýrin. Já. Og síðan stendur kettlingin ennþá en kallinn er hrunin eins og náttúrulega eins og kallar gera undan konum náttúrulega. Já, akkurat. En Drangey sem beljan hefur náttúrulega verið forðabúr ykkar Skagfirðinga og kannski sauðkrækinga áratugum og öldum saman. Er það ekki rétt? Jú, það var mikill veiðskapur stundaði í Drangey. Það var stundaður sem sagt, það voru stundaði sjóðróðra þaðan. Það var róið af svo kallar í fjöru. Nú hafa geysilega fugla að tekja þar. Já, menn höfðu sko sumardvöl þar? Já. Og það var mikil fugla að tekja að rétt fyrir aldamótin þá mun hafa komið af Drangeyjarfjöru 200.000 og 400 fuglar, takk fyrir. Þetta fór beint í andlit okkar Skagfirðinga. Og þetta gekk mjög vel því að oft á tíðum var hún kalluð eins og þú sagðir, forðabúr Skagafjarðar og það er sá sannleikur sem að við höfum alla tíð vitað. Það var ekki nóg með það, gestur, að þessi eyja, hún gaf okkur svona mat, hún gaf okkur hey, það var heyjað í henni og sem sagt hún var notuð algjörlega út í ystu æsar. En hvernig er að komast þangað? Nú veit ég að jarlinn ykkar svo kallaði, er hann kannski með atvinnað í að fara með fólk út í Drangey og koma því upp? Já, hann fer með ferðamenn, Jón Eiríksson Drangeyjarl, og hann fer með ferðamenn þarna út og það er nú alveg sérstaklega upplifun eða að fara með honum því að hann segir mjög skemmtilega frá. En hvernig er að komast upp? Er þetta fyrir hjartveika eða loftrætta eða? Já, flestir ættu nú að geta komast upp. Það er ekkert mjög erfitt. Maður heyrt sögur að það sé erfitt en ég tek ekki undir það. Nei. Og við vorum í Snæfellsbæði síðast og þeir stóðu sig afskaplega vel í þeirri könnun sem var gerð í sumar og því er ekkert að breyta í dag. Það er svokölluð rúmtakskönnun. Og það er komið að ykkur Skagfirðingar góðir. Ég veit að það er ekki fólksfækkun hjá ykkur, ég er búin að heyra það. Já. En mér langar að leggja fyrir það spurningu hvort teljir það geti skipt sköpum varðandi þetta vandamál að fólk njóti oftar ástar saman í viku hver en það gerir nú. Nei, það skiptir ekki máli. Það skiptir ekki máli? Nei, skiptir við. Þetta er haldið fram að fólk þetta treyðar þetta aftur Reykjavík út á landi. Þannig hvað þá maður getur að svara. Svona meðaltal, hjóna barneigna aldrei, svona? Í viku? Já. Þrisvar kannski? Svona, þrisvar. Eins og til. Sængið oft saman í viku hverju? Ég hef ekki spurt að því, þannig ég Nei, svona meðaltal, hjóna barneigna aldrei, svona? Einu sinni í mánuði, segi ég bara. Einu sinni í mánuði? Nei. Hvað teljir líklegt meðaltal? Ég get ekki ímyndað með það. Ok. Einn ákveðin tala, eða? Já, svona bara meðaltal svona. Það er náttúrulega, þetta er mismunandi hjá hjónum, auðvitað. 5 sinnum. 3-5 sinnum. Einu svona dag. Einu svona dag. Nei, með sko magni. Það má þess vegna drekka allt glasi sko, eða bara eina heita nóttið eitthvað. Hvað tryggir það að setja ekki að bylla mann eitthvað? Þetta er, já, það er spurning. Og maður bara taka við einhverjum út á götu, einhverju döm og fóra að neyta þig? Og drekka, já. Þú sérð bara hvað ég er hérna saklaus. Ég fari nú allar byrlaðir eittir. Þið er alltaf saklaus eftir með þessi gleipafinnum. Viltu ekki prófa þetta? Þetta er mjög sniðugt sko. Hvað, eitthvað ringið þið? Já, samverkamaður minn hérna, spjallaði hans við hann ætlar að fá að hafa samband við þig eftir viku og hérna,
Og þá myndirðu segja sko til að hvort þú fyndir mun. Þú ert alls skeptiskur á þetta. Það er ekki á kona mín, það er fyrir hvernig það segja. Ég er að gefa manninu þínum ástarprófa. Vístir ekki að það? Og hvað á þetta að gera? Herðu, Anna, byttu? Þetta er bara, þetta eru unnið úr íslensku jurtum. Já. Sko, það eru sennilega ekki nógu slægt hjá hann ástarlífi, sko, annars hefði hann heyrt þetta. Ég ekki prófa þetta? Björns apótek. Hvaða apótek er það? Er það eitthvað nýtt apótek? Nei, það er að Lauga einum. Lauga 176. Hvað er þetta? Hérna? Hvað er þetta? Þetta er hérna sexual hormóna. Þetta er auka kyn. Þetta er ykkar mín. Já. Ríði í sig, prófaðu. Sjötta sæti. Ég er ekki búinn að búa henni í 5 ár, sko. Þetta er alveg skelfileg útreið. Það sæti. Þetta passar ekki. Nú? Er þið sátt við þetta? Þetta er svo þögul. Það slær þögn á selja, þetta bara passar ekki. Nú, af hverju? Hvar var þetta tekið upp? Já, á Sauðárkróki. Var þetta ekki allt utanbæjarmenn? Ég held að hljóta að vera, sko. Hvað er það fólk að dunda annað? Já, sko, fyrir 28 árum síðan þá þekkti ég það vel til hérna, menn voru 2 metrast á hver væri skarpari. Þeir höfðu það 8 sinnum yfir nóttina. Já. Og nú erum við 1996. Já. Þessu er öllu farið aftur. Öllu farið aftur. Því miður, ég bara trúi sér ekki. En við skulum að snúa okkur annarri aðþreyingu og gleyma bara þessu. Þið eru bara komnir í þetta sæti, þið getið bara kært þetta eins og hérna Mýrdælir. En við getum nú ekki verið að þvæla stýrum Skagafjörðinu og öðru svona að tala hestir. Eigið þið hesta? Nei. Eigið þið hesta? Já. Á fæti? Já, en í kistunni? Já, líka. En þetta er náttúrulega þekkt hrossarækta hérað. Skagafjörður? Já, heldur betur. Og eru þetta bestu hestar landsins? Ekki spurning. Ekki spurning, það þarf ekki að spurja svona. Nei, það þarf ekki að spurja svona. Þetta náttúrulega vissuðu gestur. En er þetta það sem að fólk kemur til þess að skoða og fylgjast með? Er það hestarnir? Já, mikið til. Ég myndi segja það þeir sem að vilja virkilega koma hérna og sjá gæðinga, sko. Þeir koma á krókinn, þeir fara ekki annað. En svona almennur ferðamaður sem hefur áhuga kannski að fara á hestbak, hvað segir þú, Jakob? Já, það er tímarlaust. Bæði hérna á Króknum og víðar í Skagafirði þá eru hérna hestaleigur og svo kallað hestaferðafyrirtæki sem fara þá í lengri ferðir. Já. Og það er mikill áhuga, sérstaklega þá meðal útlendinga. Og fáið þið þá pantanir svona fyrirfram? Er þið búin að fá pantanir fyrir komandi sumar? Já, það er komið. Eitthvað fleira sem þið hafið, það er náttúrulega golfvellir víða, í þig góðan golfvöll? Já, við erum nú 9 hólu golfvöll sem að jafnvel fleiri en Skagfirðingar segja sér góður, þannig að það er, og þannig í skemmtilegu umhverfi þarna upp á Nöfunum og það er haldin golfmót og verður haldið eitt stórt núna í júlí. En maður þarf nú ekkert annað að standa bara hér og skoða fjallarhringinn sem er geysilega fallegur. Og fólk vil kannski ekki endilega fara á hestbak eða keyra eða fara í einhverjum bílum. Það vil kannski labba eða í mertar gönguleiðir þá líka. Já, svona mertar gönguleiðir í Skagafirði upp á Mælifellshnjúk sem er hérna framar í firðinum. En síðan eru styttri gönguleiðir eins og hérna á Sauðárkróki. Það er Sauðárgili sem er nú eiginlega í jaðri bæjarins eða eiginlega inn í bænum. Já. Þar er skógrækt og búið að leggja göngustíga og orðið mjög skemmtilegt og þar uppi í gilinu er að finna gamla sundlaug eða leifar á henni sem hún var hlaðin úr torfi og þá veitt vatni eftir rás úr Sauðánni og í þessa sundlaug, þannig að það reyndar ekki verið kannski mjög hlýtt að fara í sund en menn létu sig hafa það. Já, menn láta sig hafa ýmislegt vegna þess að við náttúrulega vitum það öll sem hér eru og þið sem eru hérna heima að það er verið að hringi okkur í síma, verið að selja okkur eitthvað, það er ekki bankað upp á og hringt og það er verið að selja klósettpappír og jólapappír og alls konar pappír og harðfisk og hvað þetta heitir allt saman. Og allt er þetta gert náttúrulega í góðum tilgangi til að safna einhverjum peningum. Við skulum fá litla sögu að því hvernig þetta hefur gerst hér. Þá voru menn að safna fyrir kirkju hér á svæðinu.
Hér nú eins gott að fara að setja í sölumannsbrosið. Það leka nú ekki daurarnir frá Átni neina ógáti. Ætla það sé ekki best að spyrja eftir frúnni. Það mun þægilega eiga við hana. Góða kvöldið, frúin heima? Nei, hún fór á Kaupfélagsvöld. Helvíti, þar fór í verra. Við erum hérna að selja platta og klósettpappir fyrir kirkjuna. Það nú víst til nóg að þessu glerdóti hérna. Svo nú lán til næsta bolludag. Það leikur nú ekkert að hefur að kaupa þennan klósettpappir. Eða hann kannski einhverju tilbúsverði hjá okkur? Já, þetta náttúrulega mjög góðu verði. Plattin kostar 2000 krónur og hver rulla pappir 100. Mér líst ekkert á þetta hjá okkur drengi, við erum sælir. Ég trúi að þú viljur ekki kaupa svona platta. Þetta mjög góður platti. Þórun getur til dæmis hengt hann upp. Nú, svo má bera fram á hann rjómabólum. Nú, svo má líka borða á hannum. Þar sem hitlirt fyrir allt orðið áhrif. Þetta líka síðasti platti. Hún lýsa á veiðileysu keypti nefnilega 2. Mér líst ekkert á hana platta. Nú, svo þetta líka aflaskóðu klósettpappir. Mikið á fallugur og mikið á rúlunni. Sjálfsagt 100 metrar. Og allur í tvíriti. Helvíti hann erfiðu kallinn. Það mætti halda hann þyrfti aldrei á kaman. Já, ég ætti ekki best í fáa eina rúlu. Eða hvað sagður að væri annars mikið á henni? Það hefur aldrei verið mælt upp mjög nákvæmlega. En það sjálfsagt 100 metrar. Bara eina rúlu. Það greinilegt að presturinn kemur hér aldrei í heilsó. Gjörið svo vel, drengir. Og verið sælir. Þræl erfiðu kallinn. Heldur betur. Heyrðu, þetta ekki Þórun að koma þarna heim? Við skulum rappa aðeins við hana. Góða kvöldið. Góða kvöldið, drengi. Hvaða ferðalagar á ykkur? Við erum hérna að selja platta og klósettpappir fyrir kirkjuna. Já, svoleiðis. Og Árni hefur náttúrulega styrt þennan ágæta sjóð, en það komið tími til að flikka svolítið upp á kirkjuna. Já, það var nú heldur leitt með það. Hann Árni, hann var nefnilega alveg miður sín. Plattin hann kostar nefnilega 2000 krónur og hann Árni, hann hafði það nú bara ekki handbærar í kvöld. Svo þetta líka síðasti plattin. Já, það var nú aldeilis leitt með það því hann langaði svo mikið í hann. En það er nú líka heldur ekki gott að verða uppiskrópa með klósettpappir á síðustu stundu. Það getur haft afdrifaríkar afleiðingar. Æi, þeir eru svona þessi kallmenn. Hann hefur náttúrulega glemt að fara í bankan í dag. En ætli sé ekki best að ég fái eitt svona platta og 3 rúllur? Það gera 2300 krónur. Gjörðu svo vel. Og þakka ykkur fyrir að verði sælir. Já, vertu blessu. Þetta þokast helvíti hægt. 8 plattar eftir. Já, þetta tókaðist hægt, þetta tókast nú kannski hægt hjá mörgum, en verðið þið varir við svona sölumenn sem að koma hingað á svæðið? Já, við verðum varir við það hérna, eða verðum við það á króknum. Hefur þið keypt platt aðeins? Nei, ég kaupi ekki af farandssölumenni sem koma. Nei. Nú langar mig til að spyrja þig, Jakob, eins og ég hef nú stundum spurt ferðamálafulltrúa. Nú kem ég bara, þekki ekki til á svæðinu og segi, Jakob, nú langar mig að skoða svæðið, taktu mig í ferðalag. Ég held að við verðum að taka 1 til 2 daga, þú ræður því. Já, við sennilega tækjum við 2 daga. Ég skal borga 1, þú gefur mér hinn. Já, ætlaði ekki, já. Ég fellst það. Já, við getum farið þannig á þessa staði sem við áðan, Glaumbæ og Víðimýrarkirkju og Sauðárkrók og Drangey. Síðan getum við farið út á Skaga og veitt í vötnum, þar fjöldamörg veiðivötn. Við getum farið yfirum eins og kallað hérna, það er að fara austur fyrir Héraðsvötnin. Það er það að fara yfirum? Það er að fara yfirum, já. Og farið í Hofsós, það er á sér stað mjög skemmtileg uppbygging. Það er svona gamall bæjarkjarni sem er að byggja upp. Það er að finna pakkhús gamalt frá 1777. Það sem er í safnum sem helga Drangey. Og þar verður opnað núna skemmtilegt safn sem er tileinkað vesturförum og vesturferðum. Já, já, einmitt. Síðan get ég nú farið með í Fljótin, það er mjög fallegt. Farið með í Hóla, þar sem er elsta steinkirkja á landinu, Hóladómkirkja. Og þar geymdi margir dýrgripi þjóðarinnar. Ég geti síðan tekið í riverrafting sem þeir kalla, eða ársiglingu á gúmmíbáti. Já. Og bleitt aðeins í þér. Já. Og síðan getum við kannski skroppið í göngutúr og farið á Hestbak. Já, við hefum nóg að gera. Við hefum nóg að gera, já. En veðrið, hvernig er veðrið á þessu svæði hérna?
Alltaf gott. Alltaf gott? Þekki ekki annað. Þetta er snjólétt svæði. En svona sumarveður, hvernig er það? Ég myndi segja það, já, þetta væri bara hið besta veður hér. Árið kring, ég man ekki til þess að nokkuð tíma vant. Kyrrð og blíða? Já. Er sönn sagan sem ég heyrði af fólki sem var í sjóstangaveiði hér út undir Drangey og þá er verið að keppa hér í fótbolta inn á velli, KR Tindastóll og Tindastóll vann og það heyrðust öskrin út af Drangey, er það rétt? Já, þetta er hárrétt. Þetta er alveg hárrétt. Ég man þetta mjög vel. Já. Því sjálfur var ég staddur á Strönd og ég heyrði þetta sem sagt út undir Reykja, þannig að þetta er engin lygi. Þetta er engin lygi. Nei. Jæja, en við ætlum að halda okkur við fasta liði í þessum þætti eins og öðrum. Skagfirðingar hafa valið sinn mann sem hagyrðing. Það er Sigurður Hansen og hann er kominn hér. Ég ætla að fara hér með kvæði í sumarsælu sem eru stiklur Skagafjörð. Uppi við Arnarstapa eig þú í loftsins hyl, það skáldverk sem Guð var að skapa Skagafjörður var til. Þar fagnar hann farand gesti og fangar í söngsins reim og veitir í vega nesti vorþitt snýr hann heim. Hlustaðu út til eyja undir nætur sól, á óð sem álfa meia yrkir úr Tindastól. Hún unir ei álfa kjörum en elskar mennskan svein og fari hann þar með fjörum finnur hann óskastein. Það lifir svo margt í ljóðum sem laðar oss bros og tár í svipmynd frá söguslóðum síðustu 1000 ár. Þó myndirnar séu máðar markað á sögublað hildir sem voru háðar við Haugsnes og Örlygsstað. Frá straumiðu steindra gatna staldraðu aðeins við, í hólminum vestan vatna með vakran gæðing við hlið, og viljir þú styrk þinn stæla, stígðu á gæðing þinn, þá verður sumarsæla sungin í hjartað inn. Svona yrkja menn ef þeim þykir vænt staðinn sinn og sveitin að þetta var nú óskup fallegt hjá honum Sigurði. Já. Þarf alltaf að segja fleiri orð þetta svæði eða hvað? Nei, hann lýsir þessu mjög vel, en ekki von og öðru frá þessum manni. Sumarsæla, þá dætti mér í hug sæluvika, er alltaf sama fjörið og stuðið á sæluviku? Já, nú er ekki 18 dagar í sæluviku, þannig að það fyrir að stýta það, já, það er alltaf mjög mikið fjörina. Það verður leiksýning, söngleikur frumsýndur núna, það verður söngvakeppni, kóramót getur við sagt, þar sem hittast 4 kórar og syngja hérna í Miðgarði, þannig að það verður nóg að taka á sæluviku. Ætlar Heimir að syngja? Sjálfsögðu. Ætlar Geirmundur að spila? Já, örugglega. Er það? Já, það er örugglega. Það er pottþétt. Það getur ekki verið annað. Hann er mættur, Geirmundur, og hann ætlar að fara að spila fyrir okkur. Já, heyrðu, býta aðeins áður. Já. Ég var falið hérna að færa ykkur að gjöf þér og Magnúsi. Magnús ætlar að koma hérna aðeins. Þetta er slíkur kaup auki að vera í þessum þáttum. Já, það ekki. Það er alveg mjög ólíkindum. Þetta fyrir loks að borga sig. Ég afhendi þér þetta, gestur. Þetta er frá Staumastofunni Vöku og Prjónastofunni Vöku. Já. Sem er hérna á Sauðárkróki. Já, sendir þér þetta. Þetta er í bláum og gráum lit. Þetta á að klæða þig mjög vel. Haldið þetta klæði kappan. Ég veit ekki með Magnús. Já, hann náttúrulega kannski klæðir þetta ekki eins vel því að það er mjög sínst að við orðin þannig í vextinum. Þetta er alltaf mjög hlýtt, sko. Maður finnur það. Þetta er afskaplega fallegt og þetta er sauma hér á svæðinu. Já, hér á Sauðárkróki. Kærar þakkir fyrir þetta. Þetta er alveg glæsilegt. Mér finnst það. Já. Verður það góðu. Njóttu Magnús og klæddi við þetta, þá ferður þú þessari peysu sem ert kannski. Þetta er náttúrulega alveg glæsilegt, piltar. Ég þakka ykkur kærlega fyrir móttökurnar, setuna hér á spjallið og upplýsingarnar alla sem ég hef fengið hérna hjá okkur í kvöld. Og þá er það Geirmundur. Ert þú tilbúin, ljúfurinn? Já, alltaf tilbúin. Gjörðu svo vel.
Jável á heimaslóð þá slæðir hann í gegn. Það er ekki að spyrja því. Minn maður með harmoníku, gaman að sjá hann með harmoníku. En við erum búin að tala svo mikið söng og tónlist hér í kvöld. Þú varst að tala það, það syngju allir á svæðinu. Viltu ekki syngja fyrir mig? Hvernig fór ég með það núna? Binni, komdu bara. Binni í bókabúðinni, syngum fyrir okkur. Fín og góður kallinn, þess að segja. Já. Kofan minn kvöld að skikja fer. Þig skal aldrei iðrast þess að eiga nótt með mér. Við ævintýra eldana ýmislegt að sjá. Glaður skal ég gefa þér að fulli sem ég á. Þakkaði fyrir það. Það var Binni í bókabúðinni sem að tók bara áskorun og fór að syngja fyrir okkur. Þetta var alveg frábært. Jæja, þá þess að ljúka hjá okkur í kvöld. Magnús minn, hvert förum við næst? Gestur, við ætlum að fara til útlanda. Já, til Þýskalands. Nei, til Vestmannaeyja. Til Vestmannaeyja. Loksins þá fæ ég að koma til Vestmannaeyja. Það er einn af fáu stöðum sem ég hef ekki komið til. Það verður gaman að koma þangað. Það verður örugglega mikið fjör. Það verður örugglega mikið fjör, já. En svona í lokin þá ætla ég aðeins að minnast á þetta litla sem við skiljum alltaf eftir okkur hér þegar við komum að þessu svæði. Og nú settum við tréð okkar litla hér upp í Sauðárgili. Ég bið ykkur að varðveita það fyrir okkur. Þennan tíma sem að, já, það á eftir að vaxa og dafna. Takk kærlega fyrir í kvöld. Móttökurnar sem voru frábærar. Góða nótt. Má bjóða ykkur meira? Íkt lið maður, ég meina ammæli í heilt ár. Fabi, þú manst nú hvernig þú varst eftir þitt síðasta, ha? Fabi, ég ætti þessa kökuðina maður. Þetta er ógeðslega. Aron minn, þetta er fín kaka, láta ekki svona, ég vil bara ekki meira. Hvað er lengi að keyra til Sauðárkróks á hringveginum? Á hringveginum? Já. Hvað svona, hvort er? Hálftíma á okkar bíl, þetta er svona byggla. Aron minn, við erum að fara að skipta bíl. Ég ekki veitir að við höfum að komast í öll þessi krummaskuð sem við erum búin að tala um í allan vetur. Já, og hann verður með hljóðeinangruðu búri aftur í fyrir svona apakött eins og þig. Takk. Svona, var ég að sofa? Góða nótt. Góða nótt. Góða nótt. Góða nótt. Æ, þau eru nú indæl. Ingibjörg, hérna, varst þú ekki búin að lofa mér einhverju hérna áðan? Ha? Lofa þér? Hvað? Hverju? Ekki leiða börnunum að sofna fyrst. Ha! Við sofnum nú ekki strax. Oh no! Jáhú!